Þegar við byrjum að brugga bjórinn þá byrjum við á því að mala maltið. Maltið sem spírað bygg. Við mölum það saman við volgt vatn og hitum það þennan lög upp eftir ákveðnu ferli. Stoppum á vissum hitastigum til að gefa ensímum sem eru til staðar í kotinu færi á að vinna og brjóta niður fjölsykrurnar eða sterkjuna sem eru í kotinu. Þetta stig heitir mesking og þarna erum við að leysa öll uppleysanlegu efnin úr kotinu. Það sem eftir verður hýði af kotinu sjálfu sem við getum ekki nýtt og það þurfum við að skilja frá og hýði fer síðan til bænda í sveitinni í fóður. Við sitjum eftir með svona sætan maltlög sem við sjóðum og bætum humlunum út í. Humlarnir eru notaðir svolítið eins og krydd notað í matargerð eða notað lítið magn en aftur á móti hafa mikil áhrif á bragðið þannig að bæði gerð og tegund af humlum og hvenær þeim bætt út í hefur mikil áhrif á bragðið af bjórnum. Suðan tekur við það til klukkutíma og eftir að henni lýkur þurfum við að skilja frá ýmsar útfellingar sem myndast í suðunni til þess að bjórinn sé tær þegar við viljum hella honum í glas. Lögurinn sem við kallum að virt á þessu stigi, hann kældur niður og honum dælt út í gerjunartanka og við setjum gerið í. Fyrir svona venjulega bjór tekur gerjunin hálfan mánuð en jólabjórinn öllu lengur því að við notum svolítið sérstakt ferli við hann að þegar megingerjun lokið þá bætum við út í hann bjór sem að byrja í gerju og við lækkum hitastigið og gerjum hann hægt í það bil 3 vikur í viðbót til þess að öll kolsýran sé náttúrulega mynduð við gerjunum. Þannig að engri kolsýru bætt í hann fyrir átöpun eins og gert með nánast allan bjór annan í heiminum. Og þetta ferli kallast Kreuzen og svona, má segja, það heitir sérstakasta við okkar jólabjór.